kíkjum aðeins eða segðu ykkur aðeins frá Psychonauts 2, ertu búin að spila sveit? Já, ég er búin að spila, ég er búin að klára fyrsta heiminn, getur við sagt, eða fyrsta svona stóra svæðið og góðin í næsta kafla. Já. Það búið mjög gaman að, þú veist, spila. Maður þetta helt lengi að maður myndi aldrei fá nýjan svona leik og það var mjög sérstakt að loksins það gerðist. Þetta búið að vera langur aðdragandi og ég var actually ánægður þegar Microsoft keypti Double Fine að þá gátu við fengið almennilegan stuðning til að klára leikinn og gera hann almennilega. Það senkuðum aðeins fyrir þær sakir. En það er líka skondið, þetta leikur, hann er að koma út á PlayStation, PC og Xbox. Ég einhvern veginn fór alveg fram í mér að vera að koma PlayStation. Já, ég tók henni því. Ég veit ekki af hverju, það var svona af því að hann er búin að vera alltaf auðlustu svo mikið á Xbox kynningunum. Já, þeir eru þetta eiga fyrirtæki í dag svo augljóslega notar, en málið er þetta gamli útgáfusamningar og augljóslega gangar ekki tilbaka. Það er alveg svo Deathloop sem er komið út í næsta mánuði. Ég tekla þessi Microsoft leikur, en hann er auðvitað komið út á PlayStation. Það voru náttúrulega exclusive samningar. En það virðist verið svona bara hversu langt samningar eru komnir eins og ég hafði haldið sko á sín tíma. Þannig að ég ætla ekki að fara mikið nánar þetta að Starfield heitir hann ekki. Ég hefði kannski haldið að vera komin einhver PlayStation samningar en það var greinilega ekki nýtt. Nei. Hann var svo langt fram í tíman sá leikur að það var ennþá ekki vita hvernig það er allt saman. Akkurat. En já. Já, Psychonauts er eins og segja, hann er gullfallegu leikur í mínum að þetta. Hann lítur rosalega vel út, spilast vel, ég er búin að pröfa bæði á PC og Xbox og bara, Spilaðar fyrir leikinn? Já. Okay, og hvernig finnst þetta svona samsvara? Ertu að fá sama feeling? Það er svo langt síðan maður spilaði þetta. Þú veist, ég veit ekki, þú hefur bótt eitt spilaðan, ég sé bara bakgrunni með þér að þú ég ætla að veðja að þú hefur spilaðan. Ég kláraði nú ekki, en ég byrjaði nokkuð oft. Þetta var einn af þessu leikir sem ég byrjaði, spilaði nokkuð tíma, sem setti pásu. Síðan eftir 2 ár þá kom ég aftur og gerði sama hluti. Ég kíkti mitt aftur á hann núna daginn, ég ákvað svona aðeins að rifja hann upp og var að spila í gegnum þetta var líka bara svo ólíkur leikur öllu öðru og að fara inn í huga fólks og orðin voru tvinnuð út frá þeirra huga og svona þeirra persónu en ég var að segja sko, þú spila byrjun á 2 og þú ert með einhverja fóbíu fyrir tönnum þá er svolítið spesk fyrsti kaflinn, sko var það þannig. Fóbíu fyrir tönnum, hvað meinar þetta meina tannlæknafóbíu eða bara? Já, bara tönnum og í hryllingi eða einhverju svoleiðis, við skulum segja það eitt borðið er tannlæknað þemað, við skulum segja það og það er það er svolítið sérstakt. Okay. Tannlæknað þema sérst, Karius og Baktus ekki spila fyrsta borðið. Sérst ekki horfa með dentistmyndina þá ætti ekki að spila. Það var hræðileg mynda. En já, hún var brengluð. Það er svo margar sakir. En já, sko ég ég er búin að spila fyrsta kaflana, ég er búin að klára þann part, en ég er búin að horfa svolítið gaman af það sem ég hef spilað og mér líst vel á, það er líka skemmtilegt hann er á Game Pass, þannig að þú getur spilað hann á Xbox og PC. Já, kannski taka fram hann er frá glimrandi dóma. Já, hann er nefnilega frá glimrandi dóma og það er alltaf erfitt með þegar leikur eru að koma út sem framhald eftir einhver titil sem kom út löngu áður. Það veit maður aldrei, sko, það getur verið rosalega hit en mistundum. Þessi leikur var það alltaf pínur svona kalt leikur og maður var aldrei viss, sko, hvernig er þið með framhaldið, sko. Þetta er búið svona draumur í mörg ár að gera framhald þessu leik. Já, ég held að með þess að Notch í Minecraft var tilbúin að fjármagna leikinn. Við erum bara mjög ánægð að það gerist aldrei. Hvers konar einstaklingu sár er búið reynast vera. Já, við ætlum ekki að fara til þannig. Nei, en hann var mitt crowdfunded þessi leikur. Það er líka spilar inn í held í hvar hann kom út. Og fikk hann að fundið. Það var svona að þú veist fjárfest í leiknum. Yes, það er nefnilega spilar inn í þetta allt. Já, þannig að það var svona öðruvísi það var ekki bara þetta er aðeins öðruvísi heldur en að Kickstarter. Þið voru náttúrulega fyndið því þið byrjuðu náttúrulega Kickstarter, byrjuðu trendið á leiknum, man ekki hvað hann hétt, point and click leiknum Broken Age, alveg rétt. Svartinni fóru hann var góður. Já, hann vil. Svo faraði í þetta, hann að prófa eitthvað annað, en svo nú bara að kaupa og þannig að þeir eru aldrei
í fjármálavissinni bara sem eftir en það líka það ágætt vegna þess að miðað við vandamáli sem var þeim eru breytt í Halo Studio og framlega Halo content já, þeir eru bara breytt í Halo DLC það er einmitt klálega það sem er að gerast nei þú mælir eru leikurinn fyrir alla þú veist sko, hann líka er með skemmtilega svona accessibility stillingar þannig að þú getur haft já, það er gott mót fyrir Bjarka er það ekki alveg svolítið það er ekki aðalmáli það má ekkert stríða fólki sem að gera þetta það er með þæl, það er stilling en ég finn nú ekki alveg í god mót strákar, ég finn bara kannski en þetta er gott fyrir sem sagt fólk sem er kannski á aðeins erfiðar með að spila vissa leiki þá eru svona assist feature það er til dæmis no fall damage það er, þú getur verið invincible eða bara fengið söguna þannig að þetta er líka fínt fyrir krakka þessi langar kannski að pröfa einhvern svona ævintýraleik hopp og skopp en kannski er ekki tilbúin fyrir sumt að þessu erfiðara þá er, þú veist þetta til staðar og besta við þetta er ekkert að þessu áhrif á achievements eða trophies en SLS þannig að þú getur spilað hann í gegn eins og þú vilt og bara því meiri finnst mér bara valkost sem fólk hefur að spila leikinu eftir sín höfði er bara henni besta sko eins og ég á sjálfur fyrsta leikir eftir ég alltaf, hann er á bucketlistunum og veist, við bara með hvað húmhúrun er þá langar mér einmitt að kafa betur í hann kannski og svo ríf ég þetta þeir eru með mjög góða kynningu á fyrsta leiknum í byrjun og 2 en að þú ert með já, ég er svona sökkir að fara alltaf í svona hann er þetta batsins tíma hann er það gamall, það er alltaf ákveð eins og við segjum, hvernig leikir eldast eins og við talaðum sjálfur herru, þannig að Psychonauts 2 fær thumbs up hjá okkur í já, ég myndi hygglast leikverfinu, hjá hann og skoða